Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 88 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég hef mögulega talað áður en þá frekar stuttlega. Það að segja, ég hef ekki talað mikið það eða lengi og gerði það bara í stuttu máli. Ástæðan fyrir því að mér dettur í hug að tala það vegna þess að ég sjálfur núna að gerast pínu sekur eitthvað sem ég segi nemendum mínum gjarnan að reyna að gera ekki. En þetta tengist hljóðum. Það að segja hljóðum sem við segjum og búum til þegar við tölum og hvernig við táknum þau hljóð með bókstöfum. Þetta eitt af grunnatriðum þess að tungumál líti út eins og það geri þegar það á blaði. Að við getum sett upp tákn og skrifað bókstafi sem þýða einhvern veginn þau hljóð sem við myndum segja þegar við tölum málið. Og yfirleitt það nokkuð einfalt þannig séð, eða einfalt og ekki einfalt. Það mjög margir bókstafir sem eru til í hverju máli og hver stafur á sitt hljóð. Nema kannski á hver stafur sér nokkuð mörg hljóð og kannski ákveðna reglur þegar að þessir tveir stafir eru settir saman að þá verður þetta hljóð til. Ef þú ert að nota þessa stafi í þessu máli, en ef þú værir að nota þessa stafi í hinu málinu þá það bara svona. Það að segja þessar litlu flækjur og hættulegu misskilningar sem geta komið í ljós þegar við reynum að skilja ný hljóð sem tilheyra ákveðnum stöfum. Þetta sem sagt hvernig mismunandi mál nota oft sömu bókstafi. Í mörgum tilfellum það ekki vandamál, því flestir bókstafirnir og þá sérstaklega samhljóðarnir tákna hljóð sem að frekar létt að gera með munni, þó að munnurinn sé frá Evrópu, Ameríku, Asíu eða Afríku. Að þá yfirleitt frekar einfalt að búa þessi hljóð til, eins og P og B og M og N, og hvernig geta verið margar leiðir til að bera það fram. Þú bara gerir P eða B. Nema kannski gerist það alveg eins og núna hefur komið upp mig, að þú gerir hljóð og framleiðir þessi einföldu hljóð, það að segja sem þér þykja einföld, sem svo kannski allt öðruvísi heldur en aðrir myndu gera sama hljóð. Lengi var þetta blindur punktur fyrir mig í enskunni minni og reyndar í fleiri málum. Og þetta var þá eiginlega fastur hluti af íslenskum hreim mínum í öðrum málum, þar sem að ég segi sprengi hljóðana mína miklu sterkar heldur en önnur mál myndu gera. Að ég myndi til dæmis segja á ensku að prenta væri to print,
með allt og miklu lofti á P-inu og að brjóta yrði to break sem hljómar á ensku eins og ég sé að segja B-ið sem P. Og það hreinlega vegna þess að ég túlka þennan bókstaf sem þetta hljóð. Og ég þurfti að læra af reynslu og í gegnum nokkur samtöl við nemendur mína að mögulega hafi ég ekki svo rétt fyrir mér hvað varðar þessa stafi, að þeir séu kannski framleiddir á mismunandi máta og að sá skilningur sem ég hafði að sjálfsögðu þetta allt eins var kannski ekki rétt. Það var kannski ekki þannig. Þannig ég hef síðan þetta varð og síðan það komst upp þetta reynt að passa mig að hvert einasta hljóð eða hver einasti bókstafur sem ég sé í öðrum málum sé kannski ekki það sama og ég myndi fyrst túlka það sem. Þessi einföldu hljóð sem að ég hélt að væru í rauninni eins í öllum málum, eða öllum málum að sjálfsögðu með einhverjum undantekningum, að þeir eru kannski 80% líklegir til þess að þýða þetta hljóð. Að líklega latneski bókstafurinn K að fara að vera einhvers konar hart hljóð sem kemur frá hálsinum eða það sem þú lokar munnholinu með tungunni aftur í góm frekar en að það sé við tennurnar eða að varirnar búi hljóðið til. En ég byrjaði þennan þátt á að tala ákveðinn hlut sem ég er núna að gera sem ég reyni að segja nemendum mínum að gera einmitt ekki. Ég er að gera það af ágætlega góðri ástæðu en ég er að fara að lenda í því eftir nokkuð stutta stund að ég þarf að flytja texta sem er á gelísku, það er að segja írskri gelísku og ég þarf að ná að hljóma sannfærandi í málinu án þess að ég sé endilega að fara að vera 100% skiljanlegur fyrir einhverjum sem að er talandi af þessu máli. Það er sem sagt ekki mikilvægt að ég segi allt nákvæmlega rétt. Ég þarf bara að ná að þrauka að ég nái að segja þessi hljóð nógu skýrt og nógu sannfærandi til þess að fólk trúi því að þetta sé gelíska. Og ég hef ekki langan tíma til að undirbúa mig. Þannig ég þarf að fara þessa styttri leið og gera þennan ekki svo góða hlut. Og það er að ég er að skrifa við hliðina á textanum, þessum gelíska texta, hvernig ég myndi lesa þessi orð og þessi hljóð eða bera þessi hljóð fram miðað við íslenska túlkun á stafrófinu. Ég er sem sagt að búa til einhvers konar hljóðlíkingu milli gelískunnar og íslenskunnar. Þegar ég kenni íslensku og byrja strax að tala bókstafina og hvernig þeir eru túlkaðir, þá segi ég mjög oft við nemendur mína
þegar ég fer að kenna tvíhljóð, sem þá íslenskan fyrir diphthong, og sem dæmi væri stafir eins og á, ó, æ, au og svo framvegis. Ég segi við nemanda minn að ég gæti skrifað upp ensk orð eða hljóð frá öðrum málum sem að þú myndir skilja og geta tengt við og látið þið fatta strax, já, þetta bara þetta orð, ok, einfalt. Og þú myndir strax finna leið til þess að geta sagt þessi hljóð sannfærandi. Því þú kannt alveg að segja þetta orð úr móðurmálinu þínu og getur bara plantað því inn í þína túlkun á íslenskunni. En þegar ég geri það, þá ég búinn að útiloka möguleika á því að þú munir ná að læra hljóðið út frá forsendum íslenskunnar og að láta þig læra að bera hljóðið fram eins og það komi frá íslensku. Það mun allavega vera mun erfiðara fyrir þig að breyta frá því hvernig þú berð móðurmálsorðið fram þannig að þú hljómir rétt á íslensku, heldur en ef þú lærðir bara íslensku hljóðin sem búa þessi hljóð til. Þannig ég segi við nemendur mína, þegar ég þarf að hjálpa þeim aukalega, að ég get skrifað þetta orð upp fyrir þig, ég get sagt þér að á hljómar svolítið svipað og þegar þú meiðir þig, sem að á ensku myndi vera skrifað sem ó-tvöfaldvaf, á. En núna hef ég sýnt þér þetta einu sinni og nú stroka ég þetta út og þú mynd aldrei sjá þetta aftur. Þetta var bara til að kveikja á perunni í þér að þetta hljóð eitthvað sem þú kannt að gera, það létt að bera þetta fram og þú átt þetta til. Þú getur þetta. Þetta ekkert mál. En ef þau myndu halda of fast í að þetta hljóð sé sagt svona, þá myndu þau fara að hljóma eins og þau séu með þennan þykka ensku mælandi hreim inni í íslenskunni sinni og segðu til dæmis ekki mál, heldur mál. Lítill munur, en eitt var klárlega með hreim og hitt ekki. Ég núna að gera þetta í þessari gelísku og ég veit að það ekki að hjálpa mér að bera málið rétt fram. Því það fullt af hljóðum sem gelískan hefur, sem hún reynir að tákna með sama stafrófi og ég tákna mitt mál með. Og þá það hljóð sem að finnast alls ekki í íslensku. Þannig ef ég reyndi að tákna þessi hljóð með íslensku, þá myndi mér aldrei takast að hljóma rétt. Til dæmis þá ekki rúllandi R í írskri gelísku, heldur það sem að mjög svipað og á ensku og í kínversku sem að þetta sérhljóða R. R. Þannig núna þegar ég að skrifa upp þessa íslenskun á gelíska textanum, þá þarf ég að bæta við einhverri hjálp sem minnir mig á að þessi R ekki íslensku R-in. Ef ég rúlla R-unum, þá ég að gera eitthvað vitlaust. Og sömuleiðis þá myndi mér aldrei takast að bera sérhljóða rétt fram ef ég túlka mína íslenskun á textanum bókstaflega. Þá gæti ég ekki sagt
sérhljóða sem að eru á milli ákveðina sérhljóða á íslensku. Eins og eða sem að hvorki a, né, né, sem að eru íslenski sérhljóðar. Þannig þegar ég að reyna að búa til þetta kerfi fyrir mig sem að á að hjálpa mér, frekar en að vera fyrirstafa, þá þarf ég að finna leið þar sem ég passa upp á mig, að ég fari ekki of langt í hljóðskriftina, að ég fylgi henni ekki bara blindandi. Þau ykkar sem hafa lært mörg mál eða gert eitthvað svipað og ég að gera núna, hafið séð svona texta áður. Það sem að heitir transliteration, sem ég held að heiti hljóðumritun á íslensku. Ég hef til dæmis séð svona gert á rússnesku og þá sérstaklega einmitt sett í texta sem á að flytja, en það mun alls ekki hljóma mjög rússneskt ef þú lest þessa ensku bókstaflega. Þannig til dæmis ef ég læsi Bogorodice Devo Radusha Blagodatnaya Maria, þá veist þú alveg að þetta ekki rétt borið fram. Því þarna var ég að lesa hljóðumritun frá rússnesku sem skrifuð á ensku. Þannig ef ég fylgi enskunni bókstaflega, þá mun ég ekki ná að fanga hlutina sem bara enska málið og enska leturmálið nær ekki að fanga. Bogorodice Devo Radusha strax mun nær því að vera rétt. Og ég myndi ekki vita það nema ef maður hefði lagt auka vinnuna í að komast að því hvernig þetta væri rétt gert og rétt túlkað, sem mjög ólíkt því hvernig ég hefði túlkað enskuna sem stendur í textanum. Þannig ráðið sem að væri kannski það sem að væri rétt að gefa ykkur að ef þið nýtið ykkur þessa hjálp til þess að læra eins og til dæmis íslensku, þá myndi ég gera mitt besta til þess að komast frá þessu eins hratt og hægt Þetta getur verið nauðsynlegt í upphafi, en þá vegna þeirra galla sem ég hef verið að lýsa sem finnast í þessu kerfi, þá sjáiði að mögulega verður þetta minni hjálp en meiri og jafnvel bara fyrirstaða á ykkar lærdómsleið ef þið fylgið henni of mikið. Þá væri frekar ráðlegt að reyna bara að læra eins og barn lærir hvernig stafrófið borið fram á hverju nýja máli og jafnvel þá að reyna að ná því í stöfum sem þú veist alveg hvernig bornir fram, eins og ég benti á í byrjun þáttarins að ég hafði ekki lært að gera fyrr en of seint. Þannig endilega pælið í þessu hvort þið getið flýtt fyrir lærdómsferlinu ykkar með því að yfirgefa þessa aðferð leið og þið treystið ykkur til og þið getið. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless.
Hello again, it's me. Now, in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.